Brynjar tók marga gæja eins og mig og sem að voru svona ráfandi stefnulausir og vissu ekki kannski alveg hvert þeir ætluðu að fara. En þá var hann með þennan ramma eða þessi viðmið sem maður þurfti. En það eru margir sem ég ólst upp með og sá sem voru að æfa með mér og í þessu prógrami hjá honum sem hefði aldrei orðið gildir þjóðfélagsþegnar nema út af því að hann kom, sko. Ég horfi á Brynjar sem svona eins og ég myndi horfa á Brynjar sem mentor. Eða ég veit ekki hvað ég segja. Hann er góður vinur minn og hann er líka svona gæinn sem að hann var alveg hérna svona smá faðirfigur fyrir mig, sko. Ég á náttúrulega pappa og allt það. En hann var bara fyrirmynd fyrir mér. Brynjar Karl er bara er svona akkerið í mínu lífi og svona jarðtenging í mín við árangur. My relationship with Brynjar, I still see him as my coach. I still see him as a mentor. He's one of the people that I feel like if I met him, we'd pick up from where we left off. He's one of those people that, you know, I didn't see him for maybe 4 years during college, but when I saw him, it was like, oh, you know, I met him yesterday. He's one of those people that brings all that energy and fully engages you in every conversation straight away. Mjög eftirminnileg reynsla sem ég á með Brynjari Karli og atvik sem kannski þar ég fékk endanlega staðfest, ok, þessi náungi hann vinnur af heilindum fyrir mann, var þegar ég hafði tekið stutt tímabil hann á tímabili sem nálægt lokun tímabilsins sem ég hafði ekki verið að sinna skyldum mínum gagnvart prógraminu nægilega vel og það er ekkert svigrúm til slíkra vanrækslu hjá honum og ég fer á fund með honum eiginlega alveg viss það að þetta sé, hann sé verið að klippa mútur hópnum og ég kem hana mjög aumur og sakbitinn og hann kom mér kannski dálítið á óvart og sagði, nei, heyrðu, þú veist, viltu ekki klára tímabilið með okkur? Ég vil hafa 3 stiga skipti í horninu og svona lyfti mér svolítið upp þarna og meðan þetta var tímabilið þar sem ég í rauninni gat ekki verið að gefa honum neitt en hann samt gefið mér annan séns og ég næði að klára tímabilið og gerði það á góðum nótum, ég er gríðarlega þakklátur fyrir að fengi þetta tækifæri á honum. Þannig fékk ég stafinn á því, ok, Brynjar Karl er ekki bara einhver klikkuð sem hefur gaman að því að sitja endalaust að pressa á leikmenn þangað til þeir brotna niður. Hann vissulega gerir það alveg stundum og byggir það aftur upp. En þannig fékk ég stafinn á því, ok, þessi maður vinnur að heilindum fyrir mig og minn hag og þykir vænt mig. Já, ég var sem sagt mjög feiminn og með mjög lítið sjálfstraust utan körfuboltavallarins. Ég man þegar ég fer í FSU þá er ég með markmið að vera atvinnumaður í Evrópu í körfubolta. En svo sem ekkert plan utan körfuboltavallarins. Og fyrsta árum mitt í FSU þá sem sagt skrópa ég alla tíma sem að þurfti að halda fyrirlestur. Ég bara þoldi ekki að halda ræður í menntaskólum og ég bara var með kvíðan hnút sko marga vikur áður en þurfti að gera það. Svo man ég að Brynjar er búinn að halda marga fyrirlestra og ræður alls konar pælingar og ég man að hann segir sko eitt á einum fyrirlestri sem að snýr ekki beint að körfubolta en það var nóg til að mótivera mig og þetta eina kvót er kannski ekki sko, það er ekki svo einfalt að segja þetta eina kvót var nóg til að mótivera mig, það var að vera í kringum Brynjar, vera í þessum anda, heyra alla aðra fyrirlestra undir sem að létu þetta kórónas kannski þegar hann sagði og einu fyrirlestri, þá sagði hann sko og hvað er maður sem að forðast öll vandamál sín og veikleika sína og reynir ekki að bæta sig og það er ekki mikill maður fyrir mér, sagði hann. Þannig að ef þú ert með eitthvað sem að þú er kvíðinn yfir eða ert stressaður með eða eitthvað sem þú telur ekki geta gert og þú forðast að takast á við það er ekki mikill maður fyrir mér. Og ég tók þetta algjörlega til mín og hugsaði þarna strax með mér, já, ég þarf að taka þessa fyrirlestra. Við vorum bara mjög, svona eins og gerist oft bara mjög margir óþægir. Við vorum þarna 3-4 gæjar í sama bekknum sem vorum bara mjög erfitt átt. Það var mjög erfitt að láta okkur sitja kjurra og við vorum bara að slást eða gera eitthvað í tímum og láta svo fá þetta kveikja brunnabjöllunni, brjóta rúður. Ég, Halli Birkir, Gústi Bjarki og nokkur svona strákar, við brautum alla rúðurnar í Brekkubæjarskóla, trekk.
svo fóru allir að körfubolta og það bara hætti. Það voru ekki brotnar rúður á Akranesi bara í 2-3 ár. Það var búið að koma beisli yfir okkur sko. Og foreldrarnir allir eitthvað, já, við erum að reyna að gera þetta til þess að halda þeim góðum og svo bara dettur Brynjar inn og þá verðum við allir bara eitthvað geðið bara dedicated í því í körfunni og verðum hérna að fá ný viðmið og ný gildi og þetta virkar alltaf alveg hrikalega vel. Hann hafði gríðarleg áhrif á skólagöngunum mína því að þegar að sem sagt, Brynjar hættir að þá tekur leikfimiskennarinn mig við og hann fékk skýr fyrirmæli það að ég fengi ekki að spila nema ég héldi uppi sem sagt, einkunnum. Það var að koma að samræmduprófum með einhverjum svona stórum prófum og það var allavega ég var með allt niður mig í stærðfræði og dönsku og þá var það bara þannig að það voru bara mamma Sviðsnes er kennari og hún var bara fengið til þess að koma og vera með aukatíma og hann seldi okkur þetta bara að mæta aukatíma og massaði þetta á að ná þessu. Og þetta kom bara öllum mjög mikið óvart. Foreldrarnir voru náttúrulega að reyna að gera sitt besta að alveg krakka og að reyna að láta það koma sér í skólan en það gekk ekki betur en það að Brynjari tókst að koma okkur í gegnum þetta. Hann sá mig og nokkra aðra stráka sem voru mjög orkumiklir og tók okkur og lét okkur fá hlutverk og svona leið fyrir orkuna að brjótast út á eðlilegan hátt. Ég fór á fótboltaæfingu og mér var bara hent út á fyrstu æfingu af því ég kýldi markmanninn eða eitthvað, af því ég skoraði ekki eitthvað. Þá var bara best að bara henda mér bara burt, bara því að það er svo mikið vesen sko. Í staðinn fyrir að reyna að koma einhverjum böndum á mig sko, eins og Brynjar náði að gera sko. Pældi að vera bara, kemur krakka inn á fótboltaæfingu, hann er bara hent út á fyrstu æfingu. Og allir þessi strákar hafa farið og lært eitthvað og gert eitthvað sem að allir hefði bara strikað yfir sko á þessum tíma. Bara þessi verður í ræsun eftir einhver ár. Ef maður fer að pæla í þessu eftir á, maður vissi ekkert svona hvert maður hefði stemt sko, maður var alveg efni í mjög góðan villing og þú veist, ok, ég hefði alveg farið eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvert ég hefði farið, þú veist, það eru 3000 vegir sem ég hefði getað farið. En það sem hann kom með, það finnst mér að vera það besta sem ég hef fengið, þetta veganesti og þessi viðmið og þessi gildi og allt sem hann kemur með inn. Ég endurfæðist samt ekki á Selfossi. Ég skildi ekki hvað var í gangi eða hvað var að gerast fyrir en ég var komin út úr umhverfinu. Hann talaði það þegar maður var hjá honum að við ættum eftir að kveikja á því. Hann sagði það alltaf við okkur. Þið eftir að átta ykkur á því hvað þið hafið það gott hérna eftir svona 4-5 ár. Og hann skildi það alltaf ekki þá. Brynjar var ekki að segja þetta, það er bara eftir 5 ár þá er ég eftir að senda mér e-mail. Ef við máum tala eitthvað svona dót fyrir utan körfuboltann, þá var mjög gott dæmi til þess að þetta er fyrsta árið mitt út í Bandaríkjunum, þá fékk ég basically bara taugaáfall. Og ég var orðinn þunglindur og farin að fá kvíðaköst og ég gæti ekki fara út úr húsi og var bara komin mjög langt niður. Og ég hringi í Brynjar, bara til að spjalla og svo spyr hann finnur það að það er eitthvað major í gangi og hann spyr mig hvað er að og ég segi hann mér einhverjum kvíðaköstum og rosa þunglindur og allt rosa alvarlegt og ég er alveg bara í bullinu og hann byrjar bara að skellihlæja og ég bara hvað er í gangi og svo eftir það þá segir hann bara til hamingju veistu og ég skildi ekki neitt hvað er í gangi, hann sagði bara já til hamingju, ég var ekki viss hvort þú myndir komast þangað sko. Og eftir það þá fórum við að spjalla saman kvíða og hann alltaf sérfræðingur í kvíða og svona dóti og fór til hans og hann bara gaf mér þessa bók og svo talaði við þennan gaur og svo ætlum við verið í þessum pælingum og eftir 2-3 mánuði þá var ég bara svona komin út úr þessu. Brynjar Karl er besti þjálfari sem ég hef haft. Klárlega besti körfuboltaþjálfarinn. En þjálfun hans teygir ánga sína mun víðar en bara gagnvart körfuboltanum. Hann er eins konar life coach ef svo má orðið komast. En það sem er kannski sérstakt við hann og ég veit að mjög margir leikmenn hafa sömu sögu að segja en þann dag í dag er að ef við tökum mig sem dæmi, ég var bara hjá honum í 1 ár, 1 tímabil. Þegar ég er bara einhver gutti, 18-19 ára gutti, nú er ég fullorðinn maður í dag en hann er enn stór partur af mínu tengslanetti, maður sem ég get leitað til
hvenær sem dettur í hug hvaða pælingar sem og gagnkvæmt að sjálfsögðu og ég bara gríðarlega þakklátur að lífið hafi atvikast þannig að hann sé partur af mínu tengslanetti. Það er svo magnað að hafa verið með svona þjálfara sem þú átt ennþá tengslanet við og þetta er svona eins og bara, þetta er bara svona eins og sors sem þú getur leitað í þegar þú ert kannski í strand eða þarft hjálp eða eitthvað og já, ég var til dæmis bara hringdi henni í gær og var að leita mér smá inspiration og það er bara mjög valuable að geta haft það sko. Já, ef það er einhvað sem að ég er mest þakkláttur fyrir, það er svona spjall sem að ég tek við Brynjar og þá er ég í FSU og þá er ég búinn að falla í svona cirka helmingnum af áfengunum mínum og það var bara svona mín hefðbundi námsárangur á þeim tíma. Ég held ég að við útskrifast með svona cirka 5,2 úr samræmdu prófunum í 10. bekk. Ég fjall úr helmingnum áfangunum mínum á fyrsta ári í menntaskóla, svo fjall ég úr cirka helmingnum á öðru ári, svo þriðja ári hélt ég svona hefðbundum hætti og fjall svona úr cirka helmingnum. Og eftir tímabili fyrir Brynjar að tala við mig og hann fyrir að selja mér það sko að ég ætti að fara í háskólaboltann og það var svo geggjað. Bara mætur á æfingar, geggjaðar æfingar, þá fer í réttan skóla, þá farðu mitt á geggjaðar æfingar og góðan þjálfara og svo bara eftir æfingar farðu góðan mat og samræmi nám og körfubolta. Ég hugsaði bara, wow, hvað var ég geðveikt að fara í háskólabolta. En svo segi ég við hann, en Brynjar, þú ert ekki að fatta sko, ég er ekkert að fara í háskólaboltan sko, ég er ekki svona námsmaður sko, af því að ég bara er ekki að ráða við þetta nám hérna í menntaskólanum. Þá man ég að Brynjar horfði á mig, alveg bara gapandi og sagði bara, ertu að grínast? Ég sagði, nei, ég er ekkert að grínast sko, ég er búinn að falla í helmingnum með áfengunum og ég er bara alltaf að vera smiður. Og þá segir Brynjar bara, ertu það fáranlega heimskur að þú getur ekki eins og farið í gegnum menntaskóla? Þá sagði ég, já, ég myndi ekki orða það svona en já. Þannig ég er það lesblindur að ég get ekki einu sinni lesið staf og ég fór í gegnum þetta og það er nokkuð örugglega. Þú ert að segja mér að þú getur þetta ekki. Út frá þessu spjalli þá skráði ég mig strax í sumarnám, fór ég í sumarskóla og ég sagði foreldrar minni, ég ætla bara að útskýrast eftir ár, ég ætla núna að taka 2 ár á 1 ári í menntaskóla. Ég vildi ekkert segja neitt með orðum en ég held að hafa ekki haft mikla trú á þessu eftir að sjá mig slugsast yfir náminu í 6 ár. En í framhaldinu því þá geri ég það, ég tek 2 ár á 1 ári í menntaskóla, samhliða því að vera að æfa kannski 4 tíma á dag og þá er ég í rauninni nánast í 2-földu námi yfir veturinn eftir sumarskólan. Þar er ég að fá í einkunnir sko bara 7, 8 og 9 og jafnvel 10 í flestum áfengunum. Þarna man ég að ég verð algjörlega sjokkeraður í framhaldinu. Að ég skulle hafa trú á því að ég var ekki nógu klár til að fara í nám. Bara það að vera í kringum Brynjar og kringum þjálfununa hans og hann hafi getað sagt þetta við mig. Það væri nóg til að snúa við blaðinu hjá mér. Þá er ég sjokkar. Þá fæ ég svona meira á tilfinninguna, fyrst ég get þetta, þá get ég örugglega allt. Hvaða rugl ætla ég að telja með trúum að ég get ekki næst. Og í framhaldinu af þessu þá gerist þetta sem Brynjar talaði hann hjálpa mér að komast í háskólaboltann erlendis. Þá fer ég inn í góðan háskóla í Bandaríkjunum. Það voru há-inntökuskilir í prófin, margir sem útskrifast úr skólanum fara að vinna fyrir NASA og mestu áhyggjurnar sko hjá körfuboltaþjálfarunum mínum erlendis það var hann vissi að ég átti slæma námssögu og hann vissi að það voru háar námskröfur í skólanum mínum og menn höfðu svona áhyggjur að því að ég myndi ekki komast í gegnum námið í þessum háskóla sem heitir Alabama Huntsville í Bandaríkjunum. En það náði þá ekki lengra en eftir fyrsta árum mitt í háskóla þar þá er ég verðlaunaður fyrir háa námsárangur. Minni með 3, ég gæti leitað nákvæmlega með tölu en það var eitthvað 3,78 í GPA 4 sem nú svona millifærir þetta í íslenska kvarða og var það yfir 9. Og næsta ár var alveg eins og svo sem enda með því að ég útskrifast bara með toppeinkunn úr BS-námi úr amerískum háskóla. Þannig að ég átti aldeilis eftir að komast að því að
þessi viðsnúningur sem Brynjar veitti mér þarna með þessar ræðu, það er svona einn stærsta breytan í mínu lífi. Það er engin maður sem að ég hef kynst sem að vill svona mikið að þér gangi vel. Fólk heldur að það sé svona einhver sadism í gangi sko, en það er það ekki. Kjarninn er bara það að við munum öll þjást og þú þarft að þjást og eina leiðin til þess að bæta sjálfa til þess að vaxa sem einstaklingur er að þjást og það er að vinna úr vandamál og það eina leiðin til þess að geta höndla hlutina og komast í svona smá jafnvægi er það að geta lifað í þjáningunni og ekki láta hann að lama sig. Svo það er bara fram á við, það er bæting, það er bara kaizen. Það er bara að leita leiðin til þess að verða betri hverjum einustu degi og vera hreinskilinn sjálfum sig. Það er svona ég eiginlega bara í dag. Allt á ég þessu að þakka í rauninni til Brynjars, því að ef ég hefði ekki farið í FSU og þá hefði ég ekki komist í gegnum menntaskólann. Það er bara svo einfalt og þegar maður lítur tilbaka þá finnst manni hálf ruglað að maður skuli hafa trúað þessu og sama tíma svona átta ég mig á því að það er örugglega mjög mörg ungmenn í dag sem trúa því sama og ég en hafa í rauninni aldrei lagt mikið á sig fyrir fram að skólabækurnar eða hlusta á kennarana eða bara lagt sér fram í námi. Þannig að þetta var mjög mikill svona eye-opener fyrir mig á því að hvaða vitleysu maður getur talið sér trú. Þetta er gaurinn sem hann er og hann er búinn að vera klettur fyrir gaurina sem hafa verið hjá honum.